Því næst áttum við að tala önnur tímamót hjá merku félagi hérna í Eyjafjarðarsveit einmitt og það Freyvangsleikhúsið. 60 ár síðan að fólk fór að leika í Freyvangi. Verið velkomin til okkar. Já, takk. Og það afmælisýning að þessu tilefni. Viltu segja okkur aðeins frá sýningunni? Já, þetta er í rauninni, við köllum þetta svona brot af því besta og þetta svona brot úr svona mörgum helstu sýningum. Þetta alls ekki alla sýningarna, þetta alltaf langt tímabil, 60 ár. En við erum að svona sýna svona flestir af þessu eru svona söngatriði en það eru örfá leikatriði sem við erum með þarna. Þetta í rauninni svona kabarett, skástrik, afmælisveisla. Þetta svona alltaf spessýning. Partí bara. Já, þetta Já, má ég segja það bara. Já. Gæti það jafnvel verið jafn skemmtilegt fyrir þá sem að þekkja verkin úr sögunni eins og þá sem að koma bara í fyrsta skipti? Já. Þú þarft ekki að vera búin að horfa á öll leikrit síðan 60 ára? Nei. Alls ekki. Hluti af þessu líka sko nefnilega að við erum að taka því að það hefur verið sýnt bæði náttúrulega Kardimmömmubærinn og Dýrin í háls og skógi hana. Og það búið að búa til hérna Vilhjálmur sem með mér í svona meðleikstjóri ásamt því að vera svona yfirhandritshöfundur. Þá erum við hérna búin að búa til svona samsöðu úr Kardimmömmubænum og háls og skógi. Þetta svona 2 barnaleikrit sett í 1 fullorðinsleikrit. Pólitískan búning? Ekki pólitískt, meira bara svona rangt. Nei, bara því best. Eins og stundum í leikhúsinu, sko, þegar verið að gera barnaleikrit, sko, þá langar leikunum stundum. Hvernig var þetta fullorðins? Já, ok. Ég að kaupa þetta. Þetta allt saman innan marka. Velsæmismarka. Ég alveg að fara með mínu 7 ára á þetta. Já, þetta allt í lagi, sko. Það nú líka oft þannig í svona, það slæðast svona fullorðin sem að þú myndir eiginlega ekki skilja nema þú sért. Nei. Jú, vissulega. Já, skil. En varðandi bara Freyvangsleikhús, þetta einhvern veginn hefur verið allavega undanfarin ár, alltaf alveg ofboðslega svona blómlegt listalífið þarna, mikið hjarta í þessu og hvers vegna þetta svona í Freyvangi? Já, sko, auðvitað búum við náttúrulega á nálægðinni við Akureyri, sko. Þannig þetta ekki bara þetta sveitafélag sem nei, alls ekki þetta. Og það auðvitað margt fólk sem hefur komið að í gegnum tíðina og rúllað í gegnum Freyvangsleikhúsið alls konar fólk sem síðan blómstrar út allt, sko, eru stórstjörnur sumstaðar, sko. Nú eru að neymdroppa eitthvað. Hulda Garðars og þú veist, áfram að ekki vera Kalli Olgeir sem hefur komið þarna og þú veist, þetta er áfram, sko. Já. Og það einhver svona dýnamík í þessu bara. Já. Og fólki líka í sveitinni samt og hérna á Akureyri og bara hérna sveitirnar, þykir svolítið vænt um þetta? Já, það gerir það, sko. Það alltaf einhver kjarni sem að kemur að þessu, sko, á einn og annan hátt, sko. Það verður náttúrulega að koma fram, sko, að Freyvangsleikhúsið náttúrulega ekkert án allra sem að koma að bakvið og í sjálfboðaliða starfi? Allt náttúrulega nema sumir. Nefnum ekki nöfn. Nei, fólk hefur gaman að þessu. En það náttúrulega óhemju vinna sem til dæmis í búningum og smíðum og tiltekt og þú veist, þetta bara endalaus. Það hlýtur samt að vera svolítið gaman að koma inn sem leikstjóri með sína menntun og bakgrunn og þekkingu úr bransanum og koma inn í, hvernig upplifun það fyrir því að sjá hjartað í þessu og þessa ástríðu? Bara nákvæmlega það. Það alveg yndislegt að koma inn í þennan hóp af fólki sem akkurat ekki endilega faglært en margir hverjir bara með miklu meiri metnað og ástríðu akkurat fyrir því sem þeir að gera heldur en margir sem ég hef séð, sko, fagmenntaða. Já. Og sem þetta bara yndislegt og, sko, þvílíkt hæfileika fólk sem þarna. Kveikir þetta í þér sem leikara? Algjörlega. Ég alveg bara mig langar stundum að hlaupa upp á svið með þeim. Já. Stundum? Já, stöðugt, við skulum segja, bara stöðugt langar með það með. En ef þú lokar eyrunum aðeins, hvernig láta þau að stjórn? Heyrðu, bara mjög vel. Já, þetta er bara fínt. Sérstaklega hann. Nei, já, bara þetta mjög gaman og hérna. Þetta verður ekki gaman nema að sé líka einhver svona struktúr og ægi og þetta gangi upp allt saman. Já,
vissulega. Það er náttúrulega ótrúlega sumir leikstjórar hvað þeir ná, sko, þetta ægin mismikill, sko, þegar fólk úr öllum áttum og sumir þurfa að tala meira og þetta aðrir og hvernig leikstjórar ná ofta að rúlla í gegnum það, sko, og halda, sko, í gleðina, sko. Ég hef verið með leikstjórum sem að bara fókus alltaf og það var bara, og það einhvern veginn deyr þessi gleði, fólk að koma hann eftir vinnu, það að hittast, en það líka að búa til leikhús, sko. Já, þetta verður að metnaður en þetta verður að vera gaman. Ef þetta orðið vinna, þá getur maður nú alveg eins unni bara við vinnu, sko. Já, þannig að það verður að halda í þessa gleði. Og svona meðan hún lokar hún, sko, þá gengur henni það ágætlega, sko, að leyfa okkur aðeins að... Já, hún er fín. Já, en ekki láta hana vita. Nei, ég skal við förum á trúnu hérna, ég skal ekki segja neinum. En hvernig myndið þið, ef bara svona að lokum, þið myndið vilja tala við fólk sem er hérna á svæðinu og nú eða bara hvar sem er og það eitthvað svona á ég að kíkja, hvernig myndið þið selja þetta? Ég myndi bara selja þetta bara ótrúlega gott partí. Þetta bara virkilega skemmtilega því það eru, bara til þess að segja bara, það eru brot, það til dæmis Herodes úr Jesus Christ Superstar. Það alveg stór skemmtilegt atriði þar sem hann að syngja þarna og stelpurnar að dansa. Og við erum með annan svona fjöldadans sem ég finnst alltaf ótrúlega gaman að horfa á. Og svo náttúrulega bara leikrit, það brot úr Sveik og það brot úr náttúrulega Jörundi og... Hvað segirðu? Jörundi og Kvennaskólaævintýrinu og svona, fiðlaranum. Þannig að ég held að allir munu finna eitthvað við sitt hæfi. Já. En það alveg ljóst að þetta mun ekki uppfylla kröfur allara nákvæma sögu leiklistar. Nei. Enda ekki markmið. Þegar við að fara að skoða þetta, sko, þá náttúrulega þetta efni í, sko, fjölda mörg kvöld, sko. Það var ekki séns að gera öllu. En það ekkert endilega alltaf markmið að gera öllu til geðs? Bara brota því besta. Bara klappa svolítið, syngja með, bara hafa ótrúlega gaman. Eigum þú ekki bara að segja hvenær sýningar eru á miðasala? Jú, það frumsýning föstudaginn á morgun. Í dag, þetta er sýningu í dag. Já, það frumsýning í dag. Svo náttúrulega bara... Það bara freyfungur.is freyfungur.is. Veistu, ég man ekki símanúmerið. Nei, það skiptir engu máli. Freyfungur.is bara, þar allt hægt að finna. Já, ég held að það sé .is. Eða googla það þá bara. Já, til dæmis. Til dæmis, nákvæmlega. Yndislegt að fá ykkur og bara poi. Já, takk fyrir það. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik og ætlum þá að hitta ungan og upprennandi tónlistarmann.